í þessum aðstæðum sem við erum í núna, þá hljótum við að velta fyrir okkur hver staðan okkar og hver staða kirkjunnar í þessum aðstæðum og okkar sem guðfræðinga, hvernig við getum talað inn í þessar aðstæður. Og þá kemur upp þessi spurning skuldastöðu heimilanna, skuldastöðu einstaklinga, sem hlýtur að vera eitt af þessum stóru málum sem að við erum að fást við. Og í stærra samhengi er hægt að skoða okkar stöðu út frá stöðu skuldsettra þjóða og þess vegna er mjög mikill fengur að fá fólk utan úr heimi sem að skoða þessi mál út frá sjónarhorni kirkjunnar, hvernig kirkjan getur brugðist við, hvernig kirkjan getur lagt sitt lóð á vogarskálina til þess að vinna að réttlætinu, vinna gegn þessu óréttlæti sem fólk býr við og sem skuldsettar þjóðir búa við og saklaust fólk er neytt til að borga skuldir sem það hefur ekki sett sig sjálft í. Og út frá því getum við líka skoðað okkar stöðu hér að öll þessi umræða í kringum Icesave og bara skuldir heimilanna yfirleitt að hversu í rauninni ósanngjarnt það hlýtur að vera fyrir okkur sem að horfum fram í tíman og horfum til þess að börnin okkar, barnabörnin, næstu kynslóðir munu sitja uppi með skuldir sem að þau bara erfa frá okkur. Og það má kannski segja að við séum mörg í nákvæmlega þeirri stöðu núna að við erum að upplifa alls konar niðurskurð og alls konar þrengingar. Það er þrengt að okkur sem einstaklingum, það er þrengt að vinnustöðunum okkar og þeirri þjónustu sem við höfum gengið að sem gefinni vegna þess að einhverjir voru að haga sér óábyrgt og fara sem sagt með peninga þjóðarinnar eins og það væri þeirra eigin eða sem sagt þannig að hagsmunir okkar, einstaklingana, hagsmunir þjóðarinnar hafa vikið fyrir einhverjum öðrum og vafasömum sjónarmiðum.